Menn geta lagt upp með frelsishugsun, en í allflestum tilfellum þá það staðreynd að byltingin hefur étið börnin sín. Frelsi einstaklingsins. Ég sósíalist. Og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, hann hefur það alveg á hreinu að fjármálakreppan eigi að verða kreppa þeirra sem skulda, ekki hinna sem lána. En Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, hann vill standa vörð eignarréttinn. Hvaða hlutverki hefur þú að gegna? Og ég hef aldrei verið maður eignarréttarins, þó að það sé nú svo að ég vil gjarnan eiga mína íbúð eða mitt hús og það sem ég vil fyrir sjálfa mig vil ég líka fyrir aðra. Ég hef aldrei verið á móti því að einstaklingar svona eignuðu sitt svona, en þegar komið út fyrir þann ramma að þá fer ég að setja ýmis spurningamerki. Þar vil ég draga þessar línur. Hvar byrjar þessi vitleysa? Ég held hún byrji í kvótanum. Já? Já, ég held hún byrji í kvótakerfinu þegar að menn fara að veðsetja og fénýta sér hann. Þar byrjaði það. Þar farið að losa eða skapa fjármagn sem ekki til út á væntingar og þar hefst þessi darraða dans. Þannig að þetta á að verða upphaf nýs tíma.